Ok, þannig að nú ætlum við að fara yfir The React Framework for the Web sem Next.js, sem svona svo kannski nefnt aðeins hérna orðið svolítið svona risaeðlan í þessum stutta líftíma sem React hefur verið til staðar í að þetta orðið svona framework sem að allir nota og orðið svona þarlegandi orðið þannig að það mjög margir sem farin að segja þetta svolítið mikið og ef við skoðum hvað við fáum af kóða þegar við erum að nota React og Next.js og gerum bara Hello World sem bara ein síða með bara Hello World þá það rosalega stórt með að við bara gera HTML skrá sem 4 línur eða 5 línur sem við þurfum til að skrifa út Hello World. En það sem að Next.js gefur í raun svona bara, þetta bara framework sem þýðir React skilgreinir sig ekki sem framework, það skilgreinir sem UI library en sem framework þá gefur þetta okkur svona gerum við síður. Það bara svoleiðis gert hérna. Svona gerum við API routes, það bara gert svoleiðis hér. Svona gerum við server-side rendering eða þetta, það bara gert svoleiðis í þessu. Þannig að það miklu færri staðir þar sem við þurfum að ákveða okkur hvernig við að gera. Við þurfum í raun bara að læra og nota það sem að frameworki gefur okkur. En fyrir þetta þá í raun svona introduction tutorial hérna sem að hægt að fara yfir og það hérna, ef við erum að byrja bara alveg frá byrjun, við kunnum JavaScript og erum að fara í React eða við erum búin að vera að nota Create React App og erum að fara yfir Next og svo aðeins hérna hvernig Next.js virkar. Og þá þetta svona hlutir sem við höfum farið ok, hvernig erum við með þetta í development, erum að vinna þetta, hvernig erum við svo með production og það sem hægt að nota hýsingu hjá Vercel sem fyrirtæki sem býr til Next.js. Þeirra business svo að þau eru í hýsingabusinessnum en drífa áfram adoption og notkun á hýsingunni sinni með því að vera með ókeypis vinsælasta React frameworkið. Þannig að það hægt að nota það ókeypis, alltaf seinast í vissi, upp að bara svona einhverju svona hobby markmiði eða marki en síðan verður það hratt svona sæmilega dýrt þegar við fyrir að nota það í svona einhverju alvöru. Og þá það þeirra pricing model á per member í teimi sem því að ef þú ert með 500 manna hugbúnaðardeild sem að nota þetta þá þetta alveg rosalega dýrt en þá það sem að þú borgar en ekki per hýsingu endilega. En þetta satt mjög mikið nota framework. Við notum ég nota þetta í svona dagvinnunum minni og að vinna í þessu svona langflesta daga og þetta líka notað í stærri verkefnum eins og í Stafrænt Ísland og hjá öðrum svona vefstofum hérna í Íslandi. En þetta svona notar þessar hluti sem við höfum verið að skoða bæði núna í áfangunum og í Webfortun 1. Þannig að það einhver compiler sem gerir eitthvað ákveðið sem að skrifa í Rust. Svo svona minifying sem að keyrir kóðan í gegn og býr til eitthvað svona reynir að minnka kóðan okkar niður í sem minnst sem við sáum aðeins í Webfortun 1 svona kallað uglify eða minifier. Svo bundling sem því að það allt sem við skrifum í raun tekið. Við skrifum með einhverjum komponentum og þeir eru síðan teknir og bundlaði saman þannig að það verða til mun færri skrár en við erum að vísa í. Svo code splitting sem þýðir að ef ég búinn að búa til rosalega stóran vef sem rosalega mörgum síðum þá þarf ekki að downloada öllum bundlunum með öllri virkninni fyrir alla síðurnar í fyrstu. Heldur þessi code splitta þannig að það raun eitthvað svona sameiginlegt með öllum og svo per virkni part af webnum /appinu sem við erum að vinna í. Svo erum við build time skrefin sem það sem að gerist. Við erum með eitthvað build sem á sér stað sem keyrir þá þessa hérna parta fyrir framann og svo erum við með runtimeið sem það sem að gerist á klientnum þegar fólk að heimsækja vefinn okkar. Og þetta þannig að við erum með client og svo erum við með server. Þannig að clientinn eins og við erum búin að skoða í Create React App, keyrir upp Next.js appið, en serverinn getur líka búið til allt HTML-ið og allt CSS-ið og senda með. Þannig að það þarf ekki að hafa JavaScript til þess að geta byrjað. Þannig að þá fáum við þetta báða partana sem við vorum að skoða í byrjun námskeiðisins og hérna upp að því þegar við vorum að gera vefþjónusturnar. Að við vorum með server sem skilar okkur einhverju HTML-i og erum ekki að breyta því, það bara búið til á servernum
En síðan það sem gerist er að þegar klientinn tekur við þessu frá servernum, þá er einhver ákveðin böndul hana sem að þá bootstrappar upp sama prósess og býr til interaktíft á klientnum það sama var búið til á servernum. Þannig að serverinn er eins og við sjáum þetta í klientnum nema það er snapshotað, búið til HTML-ið sem fer síðan yfir. Klientinn tekur það við og segir hei, hér eru þessi element sem ég veit að vera hérna og nú ætlum ég að gera þau interaktív með að setja on-click handler og alla sem gerir þetta að interaktív appi. Og það er þetta server-side rendering, það sem þetta gerist á servernum. Svo erum við þetta client-side rendering sem er það sem gerist á servernum, á klientnum. Og svo erum við eitthvað sem að kalla static site generation eða líka kallað incremental site generation sem er það sem að blandar þessu saman. Það sem að, til dæmis, ef við erum að hugsa að við erum með einhverja viðburði og við getum alltaf server-side renderað á eða alltaf client-side renderað á og það hefur sína ókosti, alltaf að server-side renderað á, þá þurfum við alltaf að keyra eitthvað prósess í bakgrunnum sem að tengist við gagnagrunnin eða API-in og setur þetta niður. Og við vitum að það er alveg eins, hvort við erum að fá 1 notanda eða 1000 notendur. Þetta er alltaf sami viðburðurinn. Þangað til einhver bæti við eða breyti viðburðinum. Og þá getum við sagt, ok, getum við þá ekki bara gert þetta þannig að við keyrum þetta bara á n sekúndna fresti. Við keyrum þetta bara út statically fyrst, en þá getum við ekki breytt neinu. Þannig að við keyrum þetta út statically, við búum bara til statist, eins og við vorum að gera í verkefni 1. Við bara byggum til static site generator þá. Við keyrðum hann bara þegar það bildaði appið okkar. Við getum ekki breytt kennsluskrána okkar eftir það. En incrementally, þá gerist þetta þannig að það gerist og svo stillum við bara á 10 sekúndna fresti á að gera það aftur eða þegar næsta request kemur inn. Þannig að þá kemur fyrsti nótun okkar, hann sér upprunalega útgáfuna en tíminn er runnin út, þá er þetta keyrt aftur á servernum, búið til nýtt snapshot, svo kemur næsti nótandi innan 10 sekúndna, hann sér bara það sama og svo 10 sekúndur og þá erum við bara að keyra þetta á reglulegum fresti í staðan fyrir að keyra á hvert skipti sem við fáum requestu. Og þetta getur skipt miklu máli þegar við erum með vefi sem að taka við er að fá mikla trafík að geta offloada þessum server komponent yfir í eitthvað sem er bara gert einu sinni. Og það er þá þetta hérna static site generation og incremental static regeneration, Þannig hérna er farið aðeins nánari út í þetta í þessu og í raun farið og vísað í nánar ákveðna hluti hérna. Þannig hérna getum við bara farið úr í raun tutorialinu inn í docsin og séð í raun hvernig þetta er gert með dæmum og þá er hérna verið að vísa í GitHub fyrir eitthvað e-commerce project, eitthvað GitHub. Þannig að það er alveg góð dæmi sem er að fara inn í þetta. Þannig að þá getum við farið hérna, þá erum við komið með eitthvað svona og við sjáum hérna eitthvað hvernig þetta kemur út. En ég held nú að þau væri með link líka á GitHubið fyrir þetta. Það er nú kannski einhvers staðar hérna. En það sem við getum gert, ég ætla að vera að breyta ykkur hérna. Það er kannski bara ekki á þessari síðu. Það var alltaf svona linkur á GitHub, repo þeirra, hérna. Við getum farið hérna í Next.js og hérna er svona mappa sem heitir examples og hérna inni eru bara dæmi allt sem ykkur gæti dreymt að þið þurfum að gera í Next.js. Og óheyrilega mikið af dóti og tengingar við alls konar hluti. Bara vil ég nota Sentry sem er svona log handler, vil ég nota Redux sem er state management, vil ég nota Reason Reason ML eitthvað, þá er þetta að nota Reason fordanamáli og þetta og bara alls konar. Þannig að hérna getum við farið í ekki S kannski, það er allavega fullt af svona mjög specific dæmum hérna. Svo hérna með SCSS og með SAS, þannig að þá getum við séð hérna þetta er dæmið það hvernig við notum SAS með Next. Og þá er þetta yfirleitt skópað niður í bara mjög nákvæmlega bara þetta verkefni. Þannig að þá þarf maður að geta síðan að
púsla þessu saman úr mörgum hlutum til þess að vinna með þetta. En ok, smá sætrak hérna. Svo eru bara deployment. Þá, þú veist, er þetta að taka þetta og það er þetta að game, þú veist, það er þetta að deploy þessu á CDN, svona Content Delivery Network. Það sem er búin til, þessi bundlerar, er þetta að dreifa þeim út allan heiminn og svo þegar fólk kemur inn, að þá fær fólk það sem er næst þeim af þessum bundlum og efninu okkar og jafnvel þessu sem er búið að statically generata, þannig að við fáum minna lag frá því að það er requestan kemur þannig til að við skilum einhverju. Og þetta er síðan eitthvað sem Vercel gerir í hýsingarumhverfinu sínu. Þannig að svo er hérna þetta fara bara og búa til eitthvað Next.js app og þetta fer þá yfir í raun hvað er þetta að gera, hvernig routing virkar, hvernig link componentinn og routerinn í Next.js virkar, hvernig við notum myndir, hvernig við notum metadata eins og fyrir head, hvernig við notum CSS og svo yfir í pre-rendering og data fetching sem er þetta sem við vorum að gera í hinu verkefnu. Þannig að hérna getum við farið þá getum við séð í niðurstöðuna hérna sem er bara eitthvað blogg, mjög svipað því sem við höfum verið að vinna með, en við getum unnið það bara út frá þessu sem að þau eru með hérna. Þannig að við getum farið hérna og fengið bara þetta nákvæmlega. Þá notum við nákvæmlega þetta hérna dæmi og notum þetta create next app, ekki create react app, til þess að bara bootstrappa þessu út frá þessu templati. Og þá getum við líka farið hérna, þetta er það sem ég var að leita aðan, sem er slóðin yfir á í raun þetta next learn. Þannig að það er komið hérna. Þannig að hérna eru fullt af, hérna eru öll dæmin úr þessu, þar sem við getum séð, hvernig við að gera dynamic routes. Og þá er þetta bara self-contained Next.js application sem gerir þessa hluti. Hvernig pages virka og eitthvað svona. Ok, þannig að við skoðum núna, ég hætti að blaðrum þetta og við gerum eitthvað hérna. Þannig að þá getum ég farið hingað og ég get sagt bara npx create next app. Stakkum þetta aðeins. Þá installum við next og gerum eitthvað svona og þá fæ ég bara svona walkthrough og þá hérna, já, viltu nota TypeScript? Já eða nei. Þannig að við getum bara sagt já, ég vil nota TypeScript. Viltu nota ESLint? Já. Viltu vera með source directory eða ekki? Mér finnst það yfirleitt betra, þá er þetta bara svona allir kóðum minn á einum stað. Svo er hérna ný virkni sem kom í Next 13 sem er þessi app directory. Við getum, það er ekki alveg komið nóg mikið dæmum, þannig að þið megi alveg nota það, en það er ekki komið nóg mikið dæmum, þannig að ef þið leitið þá finnið þið minna ef þið leitið að lendi í vandræðum þannig. Þá get ég ekki farið yfir stjörnuna, svona. Nei, já, bara svona. Þannig að þá núna gerir þetta þessar hluti sem við erum búin að vera að gera í höndunum. Þannig að það installar React, það installar Next, TypeScript og setur upp allt konfigi fyrir okkur. Þannig að þannig er þetta allt þetta vesen sem við erum búin að vera að fara í gegnum og kunnum við virkilega að meta það að þetta sé gert fyrir okkur. En skiljum á samanskapi allt sem er að gerast hérna. Þannig að við erum með JS-config sem er búið til fyrir Next og er stilt upp hjá þeim, þannig að það er eitthvað meira hérna. Við erum með package.json með skriftum sem við könnumst við. Við erum svo með Next.config sem er þá til þess að setja sérstakar Next stillingar. Við erum með ESLint sem er með eitthvað ákveði bara sem Next telur vera málið fyrir okkur, en hérna getum við bara extendað ESLint eins og við höfum ef við höfum einhvern preference. Svo erum við með public mappu og þar erum við með hérna eitthvað pages og styles og svo erum við með public mappu þar sem við erum með eitthvað logo og eitthvað. Þannig núna ef við keyrum þetta upp þá getum við bara gert npm run dev og fáum eitthvað hérna og getum síðan farið og þetta er eitthvað voðalegt í hérna hjá þeim bara eitthvað
þá uppbótast þetta hérna. Það nú reyndar að gera eitthvað sem að væri meira, bara viljum ekki hafa þetta hérna. Þá hverfur þetta. Svona. Þú veist, þannig við fáum hot reload, við fáum hérna allt það sem við erum búin að svona eigum að vera farin að venjast og þetta er bara allt saman tilbúið í þessu. Þannig að það er hægt að byrja hér og bara henda út öllu hérna og byrja bara frá grunni, eða það er hægt að taka eitthvað eins og þetta dæmi hérna og fá það sem starter. Þá getum við keyrt það og þá fáum við bara eins struktúr og við erum með hérna, nema það er bara búið að fylla út í það með dæmum það hvernig við erum að sækja gögn og svona. Þannig að núna í hópverkefni 2, þú veist, þá er þetta að fara að skaffa okkur þessu í raun data binding til þess að birta gögnin, en við þurfum síðan að vinna með það í bæta við hvernig við erum að vinna með vefþjónusturnar að skrifa gögn og breyta og uppfæra. Þannig að þetta er komið. Þannig að við getum keyrt þetta upp. Fyrir á 3001 hérna. Og þá er þetta með kannski alveg miklu kannski gera það fyrir. Já, þetta er að gefa okkur grunninn til þess að byrja að sækja þetta hérna úr þessu tutoriali. Sjá. Kíkjum hérna hvort við getum ekki fundið þetta komið aðeins lengra. Svo ég þurfi ekki að skrifa jafn mikið. Það sé, nei, hérna, Basics Final. Já, þetta er það sem ég vil. Ok, þannig að það skulum við fara hérna, Basics. Svona. Ok, við erum þá komið með þennan hérna part af þessu. Ok, þannig að ef við skoðum aðeins hvað er að gerast hérna, þá er í raun markdown skrár hér sem innihalda það sem er birt hérna. Þannig að við erum með þetta pre-rendering og SSG, SSR og við sjáum að þetta er svona. En það er þessi og við sjáum hérna að það er búið að varpa þessu yfir í að vera feitletrað og bullets sem það er búið að túlka markdownið yfir í HTML. Og ef við förum hérna þá sjáum við ólíkt því sem við sáum í Create React App er að við erum með allt contentið í
source-num. Hérna ekki bara tómt HTML sem bara að bootstrapa einhverju React appi sem síðan birtir allt þar, heldur erum við með contenti hérna, en svo erum við líka með eitthvað hérna sem allt contentið aftur. Og þegar þetta hérna það sem gerist þegar klientin tekur við, að það á sig til það sem kallað hydration, sem þýðir að þetta hérna sem svona þurrkaða útgáfan af appinu okkar tekin með gögnunum öllum sem voru send og send í klientin og hann býr til þá útgáfuna á klientnum út frá þessum gögnum. Þannig að þessi hérna gögnur notuð til þess að bara endurgera þessa hérna interaktíft á klientnum. Og það sem að við erum með í Next svona hjálpar hlutir til þess að setja þetta upp. Þannig að við erum með eitthvað hérna sem heitir app og app býr til þetta global hérna, þannig að það býr til þess að injecta þessum global stílum sem við erum með þá í styles hérna. Þeir eru bara svona basic stílar og svo erum við með eitthvað hérna sem eru bara einhverju svona utility stílar, þannig að það er bara verið að vísa í hérna eitthvað .list item. En þarna til dæmis ef við viljum nota SAS þá getum við bara að skoða hérna tutorial hvernig við bætum SAS við Next til þess að bæta því við. Þannig að við erum komin að þennan stað að við vitum fullt af hlutum og nú þetta bara að við erum að púsla saman í þetta. Svo hérna index.js og þetta bara það sem birt á forsíðunni. Þá sjáum við að við erum hérna undir pages möppu og það index.js og pages index.js það sem að verður birt sem bara bara rótin á vefnum okkar. Svo förum við í posts og þar erum við með posts / eitthvað hérna inn í curly brackets, inn í brackets ID sem þýðir þá að þegar ég fer hérna og opna þetta að þá fer ég hérna í posts / ssg-ssr. Þannig það sem að þarna á sig til einhver virkni sem að tekur markdownskrána og varpar henni yfir í einhverja komponenta sem við erum að nota. Hvernig mappastruktúrin á þessu? Hvað undir hvaða mappu ertu með pages? Þetta bara í source-mappu? Já, það út af því að þetta er eitthvað template sem ég fekk. Þarna ekki source mappa, en ef þú ert með source mappu þá getur í raun en fyrir hérna, þá ertu með source pages hérna. Þannig að hún heitir alltaf pages og index bara index og svo þetta bara ef þú ert með möppu þá hún bara, /posts bara mappan posts og svo ef þú ert með inn í henni index þá það bara index fyrir posts. Þannig að við erum hérna og við erum með posts en við erum ekki með neitt index.js hérna. Þannig að ef ég fer núna hér og ég stróka þetta út þá fæ ég bara 4/4. En það engin síða sem mappast á þessa síðu. En ef ég bý til hérna index.js þá get ég ekki svara hérna bara eitthvað halló. Þetta verður að vera React component sem við erum að exporta. Þannig þá ef við hermum eftir þessu þá hérna eitthvað export default, þannig við þurfum bara að export default function posts, af því að þetta bara posts síðan okkar. Hún getur þá tekið inn einhver gögn hérna og þá sjáum við að þetta bara React component sem að vera að skila hérna. Þannig við erum að skila bara JSX, þannig þetta alveg eins og við vorum að gera í React create React app. Þannig þá gerum við hérna return og við getum sagt hérna p hello og við erum komið með síðu sem bara alveg basic, eitthvað svona, bara sést betur hérna, bara eitthvað halló hérna, en bara stílana sem gefið í raun af þessu app.js hérna. Nei, app.js tekur í raun þennan komponent sem við exportum, tekur síðan page props sem props sem við getum sendt inn í síðuna sjálfa og renderar þetta út. Þannig ef við gerum eitthvað hérna,
ættum við ekki að gera en bara til að sjá hvernig þetta að haga sér. Svona, að nú fáum við þetta hérna fyrir framan og nú fáum við þetta fyrir framan á öllum. Af því þetta gerist bara fyrir allt sem renderað. Þannig þetta bara allt sem gerist, þá setjum við þetta hérna. Þannig þarna gætum við til dæmis sett inn, ef við værum með eitthvað SEO tag, við viljum setja hérna Open Graph skilgreiningar fyrir titilin okkar almennt, en svo getum við yfirskrifað það. Þannig við getum sett hérna head sem kemur, komponent sem kemur frá Next. Við getum sagt title, eitthvað svona. Þannig er endur eitthvað Next.js sample hérna, þannig við fyrir bara aftur hérna og þá sjáum við núna að við erum með hérna sem titilinn út af því að þessi hérna skaffar ekki neinum titli en þá get ég núna að fara hér og ég get gert svona já, ég þarf að importa þessu svona og þá fæ ég núna hérna færslur þannig að ég yfirskrifa það sem ég set á hinstæðin þannig að ég get sett svona eitthvað global titil, global, SEO dot en síðan yfirskrifa það per síðu, per post, per eitthvað þannig að ég get alltaf yfirskrifað á síðunni það sem ég sett síðan í globalt en hérna getur við bara fjarlægt þetta og skoða þá eins hvernig fáum við þá þessi gögn en hérna er þetta verið að nota þetta incremental site regeneration og static generation þannig að við segjum hérna get static props er bara propsin sem við fáum í byrjun úr static generation og það er eitthvað hérna get post data params.id þannig að þá förum aftur hérna á forsíðuna hérna og þá erum við með hérna eitthvað sem að förum inn á og þá erum við með hérna posts ssg ssr en rátið heitir bracket id þannig að það er paramin okkar og þá fáum við hérna in id sem verður þá ssg ssr og það fer þá bara í eitthvað fall hérna sem er bara einhverju libmöppu og það sem þetta gerir er bara að finna til markdown skrá sem heitir id.md lesum hana upp tökum út eitthvað metadata konvertum markdowninu yfir í HTML skilum HTML-inu setjum það hérna í eitthvað content HTML og skilum þessu síðan sem object þannig að þetta bara gerir mjög svipað og við höfum verið að vinna með þetta eitthvað gerist á servernum við rátum því eitthvað við sækjum einhver gögn úr fyrirspurninni við keyrum einhvern kóða og við skilum einhverjum gögnum og svo fáum við þetta áfram skilum þá hérna post.data og þá komum við hérna upp og þá kemur post.data yfir í React komponentinu okkar og við getum nota postdata.title til þess að fá titilinn dagsetninguna og svo content HTML þannig að við lokum þetta út hérna og þá er það ólíkt þegar við erum að gera þetta á servernum að við loggum eitthvað út þarna og þá loggast það út hér og svo þegar við reloadum hérna þá loggast það líka út hér og af hverju gerist það? Hvað er það sem að gerist sem að lætur eitthvað loggast út hér svo í terminalinu þar sem við erum að keyra applicationið okkar já, en það gerist ef við hugsaum server versus client já, það er serverinn fær requestuna þannig að þess vegna núna ef ég breyti þessu hérna ég verður bara 1-3 og ég reloada þá reloadar clientinn en ekki serverinn þannig að serverinn veit ekkert af þessu serverinn generata þetta bara þegar ég gerði requestuna til að byrja með en núna er ég raun að
requesta á klientnum. Klientin með hot reloading, þannig að hann alltaf að hot reloada nýju kóðunum og nýju kóðun með þessu hérna. Það ekki fyrir að reloada síðan í heild sinni það sem búin til server snapshotið. Þá reloada ég hér, þetta kemur og þá loggast þetta út hérna. Þannig að þarna erum við að fá bæði það að geta keyrt hluti á servernum sem bara sérstaklega á klientnum. Til dæmis eins og hérna, við erum að nota path.join og fs.readFileSync sem við getum ekkert í Create React app af því að það bara klientnum. Þannig að við erum að gera hluti sem að leyfa ykkur að nota best of both worlds. Og það er það sem það er ástæðan fyrir þetta svona vinsælt, er að þetta bara svona keyra út server sem getur bara nota alla nótvirkni sem við höfum séð og alla React-virkni sem við höfum séð. Og bara í þessu sem bara keyrir upp eins og ekkert sé. Síðan í raun til þess að fá þetta, í raun að þetta sé allt saman generatað, þá er þetta get static paths sem að þegar að Next.js buildar að þá ef við exportum þessu falli þá keyrir Next.js það fyrir hvert einasta síðu sem það finnur og skilar þá öllum mögulegum rátum út af því að við erum hérna með tvö post þannig að núna vill ég í raun bæta við þriðja og þá þarf það að vera til þannig að þegar ég bæti við nýju þetta incremental að við sem getum bæði búið þetta til statist og svo bætt við að þá getur þetta hérna skila þeim og sjá svo ég sé með þetta rétt hérna það þarf að fara docs incremental hérna þá erum við hérna ég man bara aldrei hérna já, hann heitir bara revalidate þannig að við setjum revalidate hérna á þetta get static props já, svona að þá þýðir í raun að þetta hérna mun á 10 sekundar fresti vera revalidatað það er að segja, ef það hafi liðið meira en 10 sekundur sem þetta var senast búið til, er þetta búið til aftur og ef þetta var þess 404 að það komi ný síða þá mun fólk bara meðaltalið þurfa að bíða 5 sekundur eftir að nýja síðan komi inn þannig að þetta þýðir þá að við þurfum að vera að keyra einhvern server sem þýðir þá í raun að við þurfum einhverja server hýsingu sem er eins og við keyrðum fyrir verkefni 2 en ekki eins og við keyrðum fyrir verkefni 1 þar sem við þurftum í raun bara það var bara til 1 bildskref við þurfum í raun að geta keyrt þetta bildskref og síðan haft server sem er í raun að uppfæra eftir því sem eitthvað breytist skil ekki verið að fara ok, þannig að þetta eru það sem við erum með hérna en svo gildir alltaf sama það sem við vorum að skoða hitt við getum tekið þetta hérna við getum fært þetta og búið til okkar eigin article component við getum collocata stílana þannig við getum fjarlægt þetta hérna og látið stælana bara verið inn í components möppunni síðan hérna það sem er oft gert að hérna er svona einhver layout gaur sem er settur utanum hérna layout home layout og það býr til þessa býr til titilinn, býr til eitthvað meta hérna það býr endur ekki til titilinn en býr hérna til, setur rétt favicon setur eitthvað Facebook hérna og ég bara setur eitthvað consistent header hérna þannig að það er alltaf þetta hérna your name er alltaf það er ekki verið að endurtaka það aftur og aftur já þannig að þetta er svona 80-90% af því sem þið þurfið til þess að geta leyst verkefni sem við erum að gera en restin er skýrð vel út í hérna documentationinu og svo höfum við þessa stóðtíma þar sem þið getið komið og rætt við mig þar sem er eitthvað meira en annars ætla ég að segja þessu gott í bili nema að segja einhversu spurningar engar spurningar? Já